Hingað komin Guðrún Bryndís Karlsdóttir sest hjá okkur og við ætlum að tala stuttlega spítalabygginguna. Nú búið að samþykkja það og reyndar ég held ég fari rétt með að lífeyrissjóðirnir eigi að setja fram peninga sem verið notaði til að byggja hátæknispítala. Þetta var nú reyndar lengst af gælumál Davíðs Oddssonar sem varð veikur og lagðist inn á spítala og uppgötvaði að það þyrfti að byggja nýjan Landspítala og til þess átti að nota peningana sem að komu af sölu Símans. Þær forsendur hafa nú breyst og ég veit svo sem ekki hvað hefur skilað sér af þessum símapenningum, þeir voru nú teknir að láni í Kaupþingi. En Guðrún Bryndís, segðu mér, þú ert þeirra skoðunar, þú ert verkfræðingur og sjúkraliði. Já. Og þú ert þeirra skoðunar að þessi spítalabygging, eins og reyndar fleiri, að þessi spítalabygging sé á kolvitlausum stað þarna á Hringbrautinni. Sko, það má líta þannig á að þessi staðsetning hafi verið valin í síðustu kreppu, eða þar að segja í kringu 1930. Og þá var þetta byggt í jaðri byggðar, sem sagt. Það var hugmyndaflugið náði ekki lengra heldur en að Reykjavík næði ekki út fyrir Snorrabraut. Þannig að þetta byggt í jaðri byggðar þá. Aha. Og síðan verið að bera saman 3 kosti, þar að segja Fossvog, Vífilsstaði og Hringbraut. Og forsendurnar sem þeir gefa sér það sé hægt að nýta þessar gömlu byggingar, þar að segja þessar byggingar sem á lóðinu nú þegar. Og þá að fara að setja 11 milljarða í endurbyggingu á þessum 53.000 fermetrum og byggja síðan nýja byggingu fyrir framan gamla spítalann. Þannig að þá að fela hann á bakvið gamla spítalann, eða setja hann á hverfa á bakvið byggingamassa. Og þegar hann var búin að vera 2004 þá fór fram hugmyndasamkeppni skipulag og það voru mjög flottir arkitektar sem unnu þá samkeppni. Og síðan alltaf búið að vera að fresta þessu. Búið að vera að fresta, alltaf að koma tilkynningar á nokkra mánaða fresti það þegar fresta þessari byggingu vegna þess að vandamálin virðast vera vegatengingar sem að Reykjavíkurborg á að leysa. Já. Og þessi umferðarmannvirki sem eiga að koma eru svolítið svona stórkallaleg. Já. Og það það að þá Öskjuhlíðargöngin að koma, síðan á að setja Hringbrautin í stokk og þá það væntanlega til þess að annað umferða þunganum að þá þarf að setja stokkin á 2 hæðir, 3 akreinar hvora átt. Aha. Og síðan líka nefnilega Holtsgöng og þau eru ennþá aðalskipulagi. Í gegnum Þingholtin? Já, þau fara þar sem það verið að búa til núna svona vegstubb. Hann á að tengja saman Holtsgöng og Öskjuhlíðargöng. Og þetta segja sem að þessi spítali útheimti allar þessar vegaframkvæmdir? Já. Og það sem það verið að tala með Reykjavík, það sem sagt, Reykjavík á að vera sjálfbær. Málið við erum með mjög gott vegakerfi, við erum með tengingar þar innan borgarinnar eru mjög góðar og tengingin inn í borginni líka mjög góð. En skipulagið að kaffæra borgina í umferð. Það að segja, það verið að setja alla mannfreka starfsemi inn í póstnúmer 101. Það sagt bara að þetta miðbærinn, málið þetta miðbær. Þetta miðbærinn á meðan Reykjavík á bær. Nú erum við að verða borg. Já. Þannig að við þurfum að finna þetta bara miðborgina, ekki miðbæinn. Þetta eins og hinn sögulegi miðbær. Það er aldrei annað en miðbær sem með svona starfsemi. Já, ég menn þetta miðbærinn. Það bara mikil munur á bæ og borg. Svo ég búin að vera að skoða bara hvað eiginlega að gerast í þessari borg. Í sambandi við það verið að tala sjálfbærni. Sjálfbærni felst í því að nota það sem við höfum. Og við höfum gott þessar tengingar og það búið að tengja landsbyggðina inn í borgina við og nálagt Ártúnshöfðanum. Ég myndi vilja setja spítalann þar. Þetta iðnaðarsvæði. Það flöskuhálsinn inn í Reykjavík Ártúnsbrekkan. Það ekki hægt að breikka hana meira. Sundabrautin sem verið að tala það væri þá að fara ódýrustu leiðina sem þá innstaleiðin og tengja hana síðan áfram þá vestur og nálega við flugvöll þetta er það lítið það eru svo fáir, þetta eru 400 til 600 sjúkraflug á ári og þegar maður skoðar hvað eru margir sem koma með sjúkrabíl frá landsbyggðinni að þá fjöldin miklu meiri. Það verið að skoða, verið að taka einhverja litla breytu út fyrir og einblína á hana. En það sem mér, með því að setja svona mannfrekan, það eru svo margir sem eiga leiðarnum á hverjum einasta degi. Því að taka nú miðbænum,
flytja hérna upp, að þá erum við komið með umferð í báðar áttir. Þá er verið að nota í stand fyrir að vegakerfið breytist í bílastæði 2 á dag, á morgnana til vesturs og upp úr 4 út úr borginni, eða semst út úr 101, að þá erum við að fá bara flæði og það er verið að nota þessar tengingar úr til dæmis bara í gegnum Árbæinn og þannig að það er verið að flytja þá umferðina austur fyrir Elliðaárnar. Og í staðinn fyrir að byggja þessar rosalegu vegatengingar inn í bæinn. Já. En þú ert að tala um svæðið, er ekki rétt hjá mér, þú ert að tala um svæðið svona cirka þar sem að Björgun er og þar í hérna svona í minni Grafarvogs. Já, mér veist mjög vel að því þetta er sko, það má ekki gleyma því að þetta eru 2 flugstöðar. Við erum að tala um sko 2 flugstöðar að stærð. Það er í fyrsta áfanga. Þetta er rosa stórt. Já, þannig að það má reikna með að í lokin að þá verði þetta kringu 90.000 fermetrar, það er að segja 3 flugstöðar. Og þetta myndi falla, sko þetta myndi vera svo í miklu hvarfi að þetta er auðvitað þetta er rosalega stór bygging og það er vegatengingarnar eru mjög æskilegar, það er hægt að hafa, þetta er eins og lítil borgin í borginni. En þetta er sko, menn eru alveg fastir í þessari hugmynd að þetta eigi að vera þarna. Já, það er vegna þess að þeir sjá nýtingamöguleika í gömlu byggingunum. En málið er þeir ætla að setja 11 milljarða í endurbyggingar á þessum, þetta eru 53.000 fermetrar sem er verið að tala um. Málið er, hvað er hægt að fá fyrir 11 milljarða í nýbyggingu? Það er verið að tala um það sem á að fara að byggja, þetta eru skrifstofur og rannsóknarstofur og sjúklingahótel. Ég er ekki alveg klára á það veit enginn hvað á að gera við þessar gömlu byggingar. En málið er, það er alltaf mjög dýrt að aðlaga eldri byggingar að nýrri starfsemi. Þannig að staðinn fyrir að fólk fengi sérsniðna starfsemi eða hús, þá er verið að fara að tróða fólk inn í óhefnilegt húsnæði. Allt í lagi. Þetta er allavega íhugunarefni, en ég þakka ykkur fyrir að vera hérna með mér svona lengi, ykkur Elíasi, Kristrún og Benedikt og þér fyrir að koma í þátt ykkur. Við ætlum að fjalla aðeins þjóðfundin sem verður haldinn næstu helgi.